Já, við sittum hérna eftir, ég og Sigurður bróðir minn, segjum að við ætlum að ræða pólitíkina. Já, en svona í framhaldið sem að segja áðan, þetta myndi mér svolítið á tala kjarnorkuógnina og vilja friðarviðræður. Þetta náttúrulega það sem að Ástór var með í sinni partu, hann fékk ekki nema 0,1%. Hann bara ótrúverður eða hvað ætli þetta sé? Hún var hún Svanborg. Já. Ég held að sé í könnunum að 40% þjóðarinnar vilji ganga í Evrópusambandið en það Viðreisn fær bara 7% í könnunum. Já. Það er ekki alltaf gefið að sé verið að kjósa tiltekin mál. Ég held hins vegar að þessi sjónarmið sem að Halla Tómasdóttir var með og þú heyrðir að meiri segja Baldur var að andmæla þessum vopnasendingum og eitthvað fleira, að þetta afstaða sem að hefur hljómgrunn í samfélaginu og ég held að þetta hafi skipt til þess máli á því að fólk var ekki að kjósa Katrínu Jakobsdóttur sem að stendur fyrir þess að stefnu. En má ég skilja þannig líka að þeir hörðu í Sjálfstæðisflokknum, ég segi nú kannski ekki í skrímsladeildin, en þau hörðu að þau séu að fara gegn orðum Höllu Tómasdóttur og verði þá kannski alveg að því fram að hún tekur við embættinu. Það minnst að Diljá Mist byrjaði held ég á mann sem formaður utanríkismálanefndar. Formaður utanríkismálanefndar. Og svo kom þessi grein sem að Þórdís Kolbrún birti bæði í Mogganum og Vísi sem nú bendi til þess að áherslu. Það sem hún var að réttlæta vopnakaupin og haldaði fram að þetta væri bara business as usual og með alls konar skringilum rökum en kannski fyrst og fremst það að svona sem svolítið blekking að ef að Úkraínumenn biðja vopn þá verður láta að fá vopn almennt Úkraínumenn að biðja vopn það eru fjölmarga þjóðir í NATO og sum eru með vopnaframleiðslu og senda þeim vopn það er ekki þannig að ef að við kæmum með gervifætur og sáraðumbúðir til þess að sinna öllum herskara sem kemur af vígvellinum bara örkumlaður og það er náttúrulega hluti af uppbyggingu Úkraínu að koma þessu fólki þannig að það geti tekið þátt í einhverju störfum að þá er ekki þannig að Zelenský eitthvað voðalega fói eitthvað yfir því það er bara, ég held þetta sé þannig að við erum með stjórn og dúna sem hafa bara byggt sig undir kröfur þeirra sem að sitja einhver starf við borðið að allir verði núna að fara að kaupa vopn. Já, þetta er sem sagt afleiðingar svona fínumannafundunum. Já, það sem að þú vilt vera leiður á því vera alltaf að segja að við erum lítill auðmiki norður í landi og norður í hafi og erum ekki neitt her og erum allt öðruvísi þið og erum bara svona af allt öðru forsöndum erum ekki stóru köllunum og við eigum engar orður fyrir hafa tekið þátt í stríði og það er engin ekkert skraut á öxlunum á okkur eða neitt svona og vilja vera bara eins og hinir. En þeir sem að sitja við borðið, að það sem náttúrulega drífið þetta áfram, náttúrulega hergagna maskína Bandaríkjanna og pólitíkin í Bandaríkjunum eru þannig að meiri hlutin af þingmönnum er á styrkjum frá hergagnaframleiðendum og þegar Biden að hvetja, tók 10 mánuði ekki að koma því í gennum þingið að fá samþykki við auknum framlögum til Úkraínu að þá var það gert með þeim rökum að Siggi minni þetta verður framleitt í þínu kjördæmi það er ekki vopnaframleiðsla í þínu kjördæmi og við erum búin að senda svo mikið að dóti þannig að fyrst og fremst erum við bara að framleiða nýtt dót til þess að við eigum til þess að verja okkur einhvern veginn svona voru rökin hjá Biden og auðvitað er það hagur Pentagon að sem mest af Evrópulöndunum hendi peningum inn í framleiðsluna á vopnum í Bandaríkjunum en ég held að flest lönd Svíjar framleiða mikið af vopnum þeir setja kannski í vopn, við framleiðum ekkert af vopnum þannig að við erum bara að kaupa þetta hendur svo inn í hergagna maskínu þannig að ég held að það er engin að biðja okkur raunverulega ef við myndum segja sér svo í fyrsta lagi á stríðið það gegn öryggisstefnu Íslands sem að segir að við tökum þátt í borgaralegu verkefnum Í öðru lagi þá stríðir þetta gegn stoppsáttmála NATO af því að Úkraína er ekki NATO. Við erum að senda vopn út fyrir NATO, út fyrir landamæri NATO
og þar fram til göttunum og svo líka bara að horfa á það að við erum vopnlaus þjóð. Við getum ekki varið okkur, við erum 400.000, við getum ekki haft her til að verja okkar stóra land og okkar stóru landamæri sem eru lögsögu og við erum bara undir það búin að ef það verður brýst út styrjöld, að það er bara sá sem kemur fyrstur, hann nær okkur. Síðast voru það Bretar og Bandaríkjamenn tóku svo við svona hálfpartinn treystu því að verða eitthvað svipað þannig að Bandaríkjamenn líti á það sem sína hagsmuni að taka Ísland, en þeir munu ekki gera það fyrir okkur, þeir munu ekki gera það því þeir eru vinaþjóð okkar. Þannig eru nefnilega þannig eru og þau sáum þetta í hruninu, manstu ekki þetta því, það var alltaf að tala um að vinaþjóður okkar, Bandaríkjamenn væri vinaþjóð okkar og þess vegna ættum við að fá svona gjaldeyrisskiptasamninga eins og Norðurlöndin við fengum það ekki. Við heldum að Norðurlöndin væri vinaþjóður okkar og myndu koma og lána okkur eitthvað, við fengum það ekki. Það var Rússar sem að bjóða okkur lán og það voru Færeyingar. Það er misskilningur í það saman. Já, ég held að það getur ekki að hafa verið svo mikill misskilningur að Davíð hafi upplifað að væri verið að bjóða lán og það væri bara ekki til í því, sko. Jú. Já, ég held að Nei, þetta var svo ekkert eftir þetta spurðist út og kom í fjölmiðla. Já, ég man eftir, ég var ekki láfið að Ólafur Ragnar segði eitthvað svoleiðis, hann leiti á þessu svo mikið svik okkar vinaþjóða að ég held að hann hafi verið að gæla við það að hvort að Kínverjar getur bara tekið yfir Keflavíkurflugvöll og notað það sem svona flugskiptuhöfn, eitthvað svoleiðis. Þannig að þessi gömlu kaldastríðs kallar að þeir upplifðu fundu það að þegar á reynir að þá er engin annars bróður í leik, sko. Og varðandi öryggishagsmuni, þá er það þannig að öryggishagsmuni ráða alltaf á endan. Úkraína er núna að brjóta sig niður á steinöld út frá öryggishagsmunum. Rússland var til í stríð við öll vesturveldin út frá öryggishagsmunum. Það er örugglega ykkur hagfræðingur geta reiknað út að við græðum náttúrulega ekki, okkar mestu hagsmunir eru það að halda gassölunni áfram til Evrópu og eitthvað svona, þannig við ættum ekki að gera þetta, en þegar kemur að öryggishagsmunum að þá gilda þeir bara. Þá eru ríki til í að fórna efnahagslegum hagsmunum til að fórna alls konar hagsmunum. Þetta er svona grundvöllurinn að því að þetta er kallað realism, að geta hort á ólíka hagsmuni, ólíka ríkja og þeir sem að horfa þannig á það er að horfa á, það er svo ólíkir öryggishagsmunir innan NATO. Þú veist, öryggishagsmunir Eystrasaltsríkjanna eða Póllands, tala ekki ef við alltaf tala Úkraínu með, eru bara allt aðrir heldur en Belgíu eða Íslands eða bara allt aðrir og svo er það öryggishagsmunir Bandaríkjanna sem er heimsveldi sem að vill ekki að neitt ríki nái að verða svo öflugt á sínu svæði að geti mögulega ógnað Bandaríkjónum í Bandaríkjónum, bæði norður og suður og þess vegna er það öryggissjónarmið margar í Bandaríkjónum að kljúfa á milli Rússlands og Evrópu. Það var Hilmar Þór Hilmarsson sem kemur stundum til mín að ræða þessi mál. Hann hefur sagt að hugmyndin á bak við NATO er að halda Rússum frá Evrópu, halda Bandaríkjamönnum inni og Þjóðverjum niðri. Þannig að það vaks ekkert inn í Þýskalandi, skiljanlega út af sögunni vilja menn halda í Þýskalandi inni. Land sem hefur tvisvar farið í stríð og ákveðið andstæðingur þessi heimurinn. Þannig að það er reynt að halda því svolítið niðri. Og sömuleitið og ég meina er þetta hagsmunir Evrópu að við séum ekki með eðlileg viðskipti við Rússland, ef við gleymum bara Pútín og öllu þessu, horfum bara 30-40 ár fram í tíman, er það betra fyrir Evrópu að eiga eðlileg samskipti við Rússland, að Rússa sjá haga því að flytja allar auðlindir sínar yfir til Evrópu frekar en Kína? Já, ég held það. Bara langtíma hagsmunir Evrópu er að eiga góð samskipti við Rússland. Þannig að það er þetta sem er svona brotnað upp og við höfum verið að kalla eftir við þetta rauða borða, það sé bara að tala um þetta af alvöru í staðin fyrir þessum skætingi sem að mér finnst einkenna Diljá Mist, Þórdísi Kolbrúnu. Og þetta, ég meina hvað áttu við að við höfum bara láta Rússa taka París eða eitthvað sem að veit ekki hvort það sé raunveruleg. Nei, verður ekki mínu lífi veldi. Nei, og þetta held ég hafi haft áhrif á gengi Katrínar Jakobsdóttur í fastakostningu. Já, ég ætlaði að tala um hana. Hvað býður hennar? Ég veit ekki, bara
Hún búin að vera þarna í þeytivindu sem forsætisráðherra svolítið lengi. Jú. Og svo fer hún í þetta forsetaframboð sem að voru 6-7 vikur. Já, og rándýrt. Ég veit ekki hvort hún sé bara, það var nokkur aðri sem borguðu það. Þannig að ég heldur sé bara Já, en á það getur að koma fram hverju það eru. Jú, það er, þú átt að skila þessu inn í til, ríkisendurskoðunar. Alltaf verði ekki svona með haustinu. Já. Það fara að koma þessu uppgjör. En það er eðlilegt að taka eitthvað tíma. Kannski, þú veist, eitthvað kostingaskrist og menn voru að kaupa, auglýsingu í Feiki í Skagafirði og hitt og þetta, þannig að reikningarnir þurfa aldrei að koma inn og eitthvað svona, þannig að það tekur ábyggilega 3-4 mánuði að ná þessu saman. Þú veist ekki loka þessu svo allt í kemur ykkur auka reikningur og stenda leiðréttingu, þannig að þú býður. Já, þannig að það var sagt sko að þetta væri stórefna fólk sem að vera stríðana, ríkasta fólki á Íslandi. Sástu landsleikinn? Nei, ég fylgdist með honum, ég var ekki með aðstöðu, þannig ég var að horfa á hann bara með því að rífressa fréttamilana. Þetta var það var eins og Friðþjófur, hann heiti Friðþjófur að millinafni landsliðsþjálfari Íslands. Og það er eins og hann hafi leitað í smiðju Lars Lagerbäck. Það var vinslan á leiðinu var alveg eindæmi flott. Og já, þetta var bara einstaklega flottur leikur. Það lítur að hafa verið gaman hjá drengjónum að vinna Englendinga á Wembley. Já, það er eiginlega uppselt. Og sjá í sjónvarpinu þegar að Englendingin voru að fara af vellinum, voru búin að gefa upp alla von, það er kannski 5 mínútur eftir. Þeir sáu bara þetta, þeir ekkert við það. Já, það er nú ótrúlega uppgjöf. Það er náttúrulega alltaf að ná inn einu marki. Fólkið, ég meina áhorfendurnir, þeir voru bara fannir í fílu. Svo að púað í lokin. Já, þeir eru ekki, taka ekki tapi vel, Englendingar. Nei, og það er líka eins og Jói Berg, hann hefur tvisvar spilað við Englendingu inni í bæði skipti. Þetta er náttúrulega, þetta er mjög sögulegt, og þeir eru að fara í Evrópumótið og það er ekkert gaman að fara með síðasta leik tapi gegn Íslandi á Wembley. Það getur samt verið gott að fá svona löðrungin áður. Já. Það er fyrir að fá hann í fyrsta leik. Já, við erum álíka mörg og Íslendingar, álíka margir Íslendingar og íbúarnir í Coventry. Þannig að þú sérð stærðar munin og öllu Já, það er bara 11 inn á vellinu mínu. Já, en úrtaki á að vera mikið meira hinum einn. Já, þeir fá svo lítið að spila nú, hvað eru margir Englendingar í þessum Manchester United og City og Arsenal. Ég tel þetta stundum það eru frá 1 upp í 3-4 já. Og jafnvel held ég að Manchester City það var engin í byrjanlið. Þetta var nú reyndar til umræðu núna í vikunni að City er að stefna breska eða enska knattspyrnusambandinu og það var svona umfjöllun það á RÚV held ég hvað peningarnir hafa breytt fótboltanum mikið það er gert það og sem að leiði til hrörnunar það er nú ríkt fólk er náttúrulega eyðileggingarafl og þá gerist þetta þannig að kaupir þetta einhver svona sem skraut eign hendur í þetta einhverjum peningum og svo gengur þetta bara svona en það sem að gerist er að það er hægt að því að þetta er ekki eigu áhanganda að þá er einhver framkvæmdastjóri sem að rekur þetta þannig að það er að fá hámarsverð fyrir miðana og þú fær það með því að selja túristum þetta og það þrengir alltaf að hennu raunmurlugu fylgjendum og allir áverða pallanir fullir af einhverjum bara túristum og þannig að stemmingin er að deyja og mun deyja út. Já, en svo er það líka fyrir okkur sem höldum með öðru lið en þessum stóru að þá er það sem halda með Vestham og þá eru þar nokkri leikmenn sem eru góðir og vekja athygli og þá hafa þessi óendanlega ríku keypt þessa menn í burtu og það er alltaf að byrja upp á nýtt að byggja upp og svo jafnvel endar fyrirlin þeirra nánast þar því þeir fara bara inn í einhvern stóran hóp og fá lítið að gera og jafnvel þannig að þetta er eyðileggingarafl sem hennir ofsaríku eru algjörar engilsbrettur og étu upp akurinn og skilja hann eftir ónýtan
Ég man ekki sem hvað maður heitir, hann hafði verið í Leeds miðjumaður þar og staðið sér mjög vel og valinn í landsliðið og bara allt í góðu. Kaupir Manchester City hann og hann hafði ekki spilað leik í heilt ár þegar að Vesta fekk hann leiðan hérna í vetur og hann gatar þetta ekki neitt að því maður var ekki neittni leikþjálfun en þá var sem sagt, hann var í enska landsliðinu, stjarnan í Leeds, kiftur og bara búið. Þetta er eyðandi. Svona er þetta hérna, í tæknigeranum, það eru kannski svona Google og hérna, Meta, heitir það ekki Facebook og félagar, að þeir hérna, allt sem að hreyfist að þeir kaupa það og hérna, maður heyrir það alveg á yngra fólki að sko draumur og svona ungra athafnamanna er að búa eitthvað til þess að ríkikallinn kaupi það og þannig að svo getur þú bara hérna, retired bara 32 ára búin að byggja upp eitthvað fyrirtæki en þá kaupa þau allt sem að hreyfist og svo nota þau náttúrulega bara að sumta þessu bara hrörnar upp á degir því að fyrst og fremst eru það að kaupa í burtu samkeppni alveg eins og þegar þeir eru að kaupa hennar mann frá Leeds að það var ekki endilega að nota hann þeir bara vilja ekki að Leeds styrkist og þannig virkar hérna, allir markaðir hérna þetta er eyðileggjandi sko. Ég meina, þú sér þetta bara í Hagar, eins og var þetta bónus og svo samanæðist þetta hérna Hagkaup og svo keyptu þetta 10-11 og svo hafa bara keypt allt sem að hreyfist. Þannig að það verður aldrei til neinn samkeppni til þess að búa til, þannig að verða bara einhverju stórir aðilar eftir á markanum. Þetta er bara eyðileggingar áhrif af hérna svona þessum kapitalisma sem er leiðið til fákeppni og einokunar og það er bara einokun núna hvað er Manchester City búin að vinna 5 sinnum að síðustu 6 eða eitthvað? Já, allan að síðustu 4 ár sko, sem er einstæmi. Þetta er öðruvísi til dæmis í Barcelona. Þar eru hérna, félagarnir sem eiga þetta með einhverju leyti, en svo er þetta einhverjir kappójar sem er að reka þetta og gera alls konar svona samninga við hinn og þessa til þess að halda þessu á lífi. En það er og ég held að þú finnur það ef þú ferð á heimavöllin þar, frekar heldur en þú ferð á líklega að mann setja sitt í eitthvað þetta er Paris PSG í Paris það er svona félag sem að vantar söguna og þess vegna hefur alltaf verið svona svolítið veikleiki í því að þeir hafa ekki svona sýnilega, raunverulega langa stuðningshefð þetta sama og er hérna með kaupmannafnalið sem gerir svona og endanum mun hérna náttúrulega meiri segja Liverpool og Manchester United enda svona, það verður bara einhverjir fólk í Reykjavík og Accra í Ghana og Seúl í Kóru sem að verða áhangandendur. Og ástæðan er svo að framkvæmdastjórinn vill freka fá túristana á völlin er að þegar túristin kemur á völlin þá kaupir hann búninga og minjagripi og þannig hann eyðir kannski 5-falt á við áhangandan og þegar peningarnir á það þá endanum með þá tegir framkvæmdastjórinn sig eftir þeir sem eyðir meiru þó svo hann er umlega að sé liður í því að eyðalegja þetta. Heyrðu, ef við ekki að fara út í sólina og þakka fyrir okkur í dag. Þú ferð alltaf með rumsu hér í lókin. Já, hún er vinsæl. Ég þakka þér og okkur sem á okkur horfðu og á okkur hlýddu og þú átt að loka orðið. Já, ég ætla bara að taka undir það og þakka Sigurjóni fyrir hjálpina og Pétri fyrir að taka upp og senda út og gestunum sem hingað koma og ykkur sem að voruð að hlusta og breyttu þessu samtali okkar í fjölmiðlun. Þið getið hjálpað okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðunar sem hefur byggst upp af góðri afspurn. Ef við segjum vinum á vandamönnum frá efni sem ykkur líkar að þá kíkja þau á efnið og þar með stækkar dreifikerfi okkar. Þið getið sagt frá því að við erum á Facebook og við erum á YouTube og við erum á öllum hlaðvarpssveitum. Við erum í útvarpinu á Stórhöfuðborgarsvæðinu, það er 89,1 á FM en það má líka sækja þær útvarpssendingar á spilarann sem er á netinu spilari.is en svo er spilarinn líka app sem má hlaða niður og setja í síman og hlusta á samstöðuna og allar íslenskar útvarpsstöðvar hvað sem er í heiminum, það sem er net á annað borð. Við erum komin í sjónvarpi til þeirra sem að skipta við síman. Þar eru númer 5 á fjarstýringunni. Mér gengur svona erfiðlega að ná sambandi við Vodafone og Nova því að einkafyrirtæki eru svolítið svona eins og góðsögnin eru ríkisstofnanir. Það er orðið erfitt að ná sambandi við fólk og þau eru erfiðleikum með að taka ákvarðanir sem eru einhvern veginn annað en svona
bara dagleg rútína, en kannski mun einhver rökkva til innan þessara fyrirtækja og ákveða það að bjóða sína viðskiptavinum líka upp á efni frá samstöðinni sem 24 tíma sólarhring, 7 daga vikunar, allan ársins hring, samfélagsumræða hér í þessu þætti og við rauðaborðið og í öðrum þáttum samstöðunar. Samstöðin hefur byggst fyrst og fremst upp af áskrifendum. Það fólk sem hefur ákveðið að samstöðin sé einhvers virði fyrir Íslands samfélag og ákveðið að leggja til áskrift 2500 krónur á mánuði. Ef að þú vilt slást í hópinn þá getur þú farið inn á samstöðun.is, það hnappur sem ástendur áskrift, þú getur skráðið fyrir 2500 krónum eða þú mátt borga meira þú vilt og þeir sem að kjósið getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöld inn í Alþýðufélagið og það Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Allt sem við sjáum hér og heyri í búið áskrifend og við þakkum kærlega fyrir. Ég verð hér næst á morgun klukkan 8 að þá munum við ræða samfélagið okkar, heiminn og kannski okkur sjálf. Njótið þess sem eftir að helginni. Það misjafnt veður landið en það mun koma sumar á endan. Takk fyrir mig í bili. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.